Jónas Pétur, innilega til hamingju með þennan sigur. Þetta var svona brösulegt framan af. Hvað breyttist í hálfleik? Herru, takk fyrir þetta. Við vissum bara að þetta er erfiðasti leikurinn í seríunni fyrir okkur og við vorum búin að setja upp þannig að við gerum bara ráð fyrir að þeir myndi eiga sinn besta leikluta í fyrsta leikluta á heimavelli og þannig að við vorum ekkert að kippa okkur ómikið bara upp við þetta og síðan bara gekk allt upp í okkur í þriðja leikluta og svo þetta geta fallið bara hvorum meginn sem er í fjóraða að mínum mati. Þið eru í vænlegri stöðu 2-0, er ekki bara formsatriði að klára þetta heimavelli? Það er náttúrulega okkur líður vel á heimavelli og það gekk vel hjá okkur síðasta heimavelli en við bara leggjum upp með að gera okkar besta og sjá hvað gerist. Ánægði með væntanlega þína menn, þetta var svona margir að leggja sig fram, margir sem að skoruðu og voru að taka frákvæmst og svona eitthvað sem að, er þetta ekki bara eins og þetta á að vera? Þetta var bara eins og það á að vera og þetta er bara ungi strákar og þetta er bara fyrir reynslubankan fyrir þá, svona leikur og mikið betri leikur fyrir áhorfendur og leikmenn heldur en leikurinn á heimavelli okkur. Orri Hilmars, hann spilaði ekkert svakalega mikið, er hann eitthvað meiddur? Nei, hann er ekkert meiddur, hann er bara í toppstandi. Bara ekki í set-upinu í kvöld, þannig að sér? Við bara mátum þetta róteringun í kvöld og hann er hörkudulegur og hörkuefnilegur strákur og hann heldur bara áfram og hann veit alveg sitt hlutverk. Chris Woods gekk svolítið brösulega hjá honum framan af en hann kom mjög sterkur inn í seinni hálfleik. Já, hann er bara karakter og gefst aldrei upp og bara þú vilt frekar hafa hann í þín lið heldur en á móti þér held ég. Allir klárir og allir heilsurhraustir og tilbúinir í síðasta leikinn og svo bara næstu rimmu? Já, við erum bara klárir og okkur hlakka bara til á fimmtudaginn. Ekki spurning, til hamingju með sigurinn og gangi ykkur vel.